Gaman að sjá ykkur. Nú eru 2 mækar í gangi, eitthvað? Já. Já, ég ætla að fá að fara yfir verkefni Markaðsstofunnar 2018 og þetta eru mörg verkefni sem við höfum tekið saman og ég reyni að fara hratt yfir og við tökum svo umræðu þau á eftir. En það kannski það sem breyttist helst 2018 og við sjáum það í ársreikningum líka að starfsemi Markaðsstofunnar varð kannski, maður getur sagt, að 2 deildum, annars vegar markaðssetningin og hins vegar innviðaþróun miklu meiri heldur en hefur verið, en ég kem aðeins inn á það. Til þess að byrja með þá minni ég alltaf á hversu stórt svæðið okkar er. Þetta eru 36.000 ferkílómetrar, 36.000 íbúar og við erum með 250 samstarfsfyrirtæki í Markaðsstofunni sem er frábært og þetta eru allt mjög öflugir samstarfsaðilar. Leikum okkur aðeins á tölum, það eru 136 íbúar á bak við hvert ferðaþjónustu fyrirtæki, þannig að við getum auðveldlega sagt að ferðaþjónustan skiptir okkur öll máli. Við erum með 1 íbúa á hvern ferkílómetra og það eru tæpir 500 kílómetrar á milli þéttbýlisstaðanna hjá okkur. Hlutverki okkar er óbreytt, það er að byggja upp ímynd Norðurlands, það er að starfa í samstarfi við ferðaþjónustu fyrirtæki og ferðamála fulltrúa, samræma upplýsingagjöf, markaðssetja nýjungar og viðburði, hvetja til nýsköpunar, halda námskeið, kynna Norðurland á allan mögulegan hátt og koma helstu þróunarverkefni ferðaþjónustunnar. Við höfum verið að vinna með þessa framtíðarsýn núna, við húsum hana upp í DMP-vinnun okkar eða þess að vinnu áfangastaða áætlanir og framtíðarsýn Norðurlands er þá sú að Norðurland stendur fyrir einstaka og fjölbreytta náttúru, vetrarupplifun, dýralíf, sögu, menningu og listir og einstaka viðburði. Framtíðarsýn Norðurlands er að aukning verði á vægi ferðaþjónustu allt árið sem tryggi uppbyggingu innviða, greiðar samgöngur, fleiri heilsársstörf og meiri framlegð í greininni. Og ein grundvallar forsenda þess að ná markmiðum í nánustu framtíð er að beint áætlunarflug hefjist til Norðurlands. Og við fórum yfir þessa framtíðarsýn og það sá engin ástæða til þess að breyta henni neitt meira. Hún hitti vel á. Við erum síðan með ákveðin svona stærri verkefni, það eru flugklassinn, það er Norðurstrandarleiðin Arctic Coastway sem við kynnum betur í dag, það er forgangsröðun vegamála sem tengist á innviðunum og síðan ákveðin forgangsverkefni sem komu upp úr DMP-vinnunni eða áfangastaða áætlanavinnunni. Markaðsáherslurnar okkar eru síðan þrískiptar, það er náttúra, ævintýra og umhverfisvæn ferðaþjónusta, vetrarferðamennska og síðan saga, menning og listir og við erum þá með sérverkefni undir því hverju verkefni og þau verkefni eru alltaf breytileg og við erum alltaf glöð að fá nýjar hugmyndir af verkefnum og tillögum af verkefnum og öll þessi verkefni hafa í rauninni komið frá samstarfsfyrirtækjum eða sveitarfélögum sem vilja að við förum að vinna að þessum málum. Við ákváðum að leika okkur aðeins meira með tölur vegna þess að við erum Markaðsstofa fyrir svona stórt svæði, við erum með skrifstofuna á Akureyri og fáum stundum gagnrýni á það að vera þá bara á Akureyri og við erum ákváðum að prófa til dæmis að færa hennan aðalfund eftir óskir það til þess að fara víðar en svo ákváðum við líka að skoða hversu mikið við værum á ferðinni og árið 2018 þá keyrðum við 35.000 kílómetra tæpa og 82% af þeim voru keyrðir hér á Norðurlandi þannig að við erum að miklu flakki. Starfsmenn Markaðsstofunnar var á meðaltali annan hvern dag á ferðinni og við keyrðum 360 kílómetra í hverri ferð. Og þið munið það eru 468 kílómetrar á milli Borðeyrar og Bakkafjarðar þannig að við erum að dekka svæðið held ég alveg þokkalega. Við tókum ekki saman flugferðirnar okkar vegna þess að við erum ekki búin að ákveða hvernig við ætlum að kolefnisjafna þetta ennþá þannig að við bíðum aðeins með það, biðjum ykkur að spyrja ekki út í það að öðru leyti heldur en að bara við erum að vinna í því að skoða hvernig við gerum það best. En ég held að þetta sé kannski þetta er besta leiðin okkar til þess að sýna fram á það að við erum ekki bara á Akureyri, við erum á ferð og flugi. Við gefum út kort sem þið þekkið, sumarkort og vetrarkort, 95.000 eintök á sumri og 25.000 á vetri. Við gefum út ferðahandbækurnar litlu, 45.000 eintök þar. Við höfum nú gefið það út núna innan skrifstofunnar að við ætlum ekki að gefa út bókina í óbreyttu formi á næsta ári, heldur breyta aðeins stíl og minnkana. Er ekki búin að taka endilega ákvörðun hvernig það verður. Það er mikill vöxtur í vefsíðunum okkar, hérna eru vefsíðurnar helstu og samfélagsmiðlarnir okkar, Norð-Ísland og Norðurland. Við erum með 31.000 fylgjendur á samfélagsmiðlunum og erum að ná til 14 milljóna manna í snertingum á samfélagsmiðlum. Þannig ég hvet ykkur eins og alltaf til þess að segja okkur frá öllu sem þið viljið koma á framfæri og við nýtum samfélagsmiðlana til þess að koma því áleiðis.
og ég held að við getum sagt að árangurinn í samfélagsmiðlunum núna helgast ekki síst af því að við höfum getað framleitt mjög mikið af efni núna, myndefni og vídeóum sem að skila okkur mikið athygli. Við tökum þátt í sýningum og höldum sýningar að venju. Við höldum mannamót í Reykjavík sem við höldum með Markaðsstofnun Landshlutana. Það voru 80 fyrirtækir á Norðurlandi í ár, bara frábær þátttaka og við færðum sýninguna og fórum á svona betri stað og settum hann á annan stall. Næstu skref eru síðan að fara að bjóða þá erlendum ferðaskrifstofum meira inn á sýninguna. Við förum alltaf á Mid-Atlantic í Reykjavík og West Norden, þarna stendur hún í Færeyjum, en 2018 var West Norden auðvitað á Akureyri, það verður á Færeyjum á næsta ári, eða núna 2019, og en West Norden var á Akureyri í ár. Það tókst eftir mikla baráttu til þess að fá sýninguna norður og hún tókst frábærlega, þannig að við höfum öll spjót úti til þess að fá hann aftur eftir kannski 4 ár, vonandi gengur það upp. En það var bara frábær þáttaka frá erlendum aðilum inn á þá sýningu og hún var að engu leyti verri heldur en ef hún hefði verið haldin í Reykjavík, í rauninni bara betri. Við förum síðan á World Travel Market í London og ETB í Berlín. Þetta eru svona 2 stærstu sýningarnar í Evrópu, við höfum haldið þeim inni í nokkur ár. Förum á Roots Europe flugsýninguna og á Bird Fair í Bretlandi í ágúst. Bird Fair er svona öðruvísi sýning heldur en aðrar þar sem við erum að fara með fyrirtækin með okkur. Það er eina sýningin þar sem við höfum gert það og vonandi svona náum við að gera meira á því. Og síðan mönnum við ásamt Markaðsstofu Landshlutana sýningar Íslandsstofu erlendis eftir sem við á hverju sinni og erum þá að fara til Bandaríkjanna, Bretlands, til Norðurlandana, Þýskalands, svona eftir bara hvað á við og auðvitað Hollands núna. Við áttum fundi eða ferðir með 310 ferðaskrifstofum árið 2018 og þá tek ég ekki með í það allar ferðir sem eru kringum sýningar eins og til dæmis á West Norden, þar sem voru 500 ferðaskrifstofur eða 500 aðilar sem fóru í ferðir. Þannig að þetta rúmlega 300 manns sem við erum að hitta bæði á innlendum sýningum, á erlendum sýningum, á vinnusmiðjum, með því að funda með þeim í heimsóknum, bæði þar sem við erum að fara suður og innan svæðis. Og síðan erum við að skipuleggja líka ferðir með þessum aðilum og ofta taka á móti ferðaskrifstofum sem eru að koma á annarra vegum og menn vilja fá eitthvað smá Norðurland og þá tökum við það okkur. Blaðamannaferðirnar, við höfum verið núna undanfarin ár með 150 blaðamenn á ári. Við höfum bara algjörlega verið að drukkna. Þetta er heilmikil vinna vegna þess að við erum að skipuleggja ferðir fyrir þessa blaðamenn, við erum jafnvel að fara með þeim. Sumir koma bara og við förum með þeim í mat, en þetta er alltaf heilmikil vinna að finna hvar áhugasvið þeirra er. Þannig að í 2018 ákváðum við að leggja meiri áherslu á gæði blaðamanna og gæði umfjallana og gera meiri kröfur á blaðamannina og vinna svona dýpra með þeim og hætta að fjölga ferðamönnum en skoða frekar virði umfjallana og við fengum greiningu á þessu virði hjá Íslandsstofu og heildar verðmæti umfjallana Norðurland 2018 voru tæpir 2 milljarðar sem er ekkert smáræðis. Sérstaklega ef við horfum veltum fyrir okkur hversu stór eða lítil eftir hvernig við horfum á það starfsemi Markaðsstofunnar þá erum við að fá heilmikið fyrir peninginn. Og eftir mörkuðum þá eru það Bandaríkin og Þýskaland þar sem mesta er af umfjöllunum, enda hefur Þýskalandsmarkaður verið mjög áhugasamur Norðurland og þið getið séð niðurbrotið á þessu hérna. Þannig að þetta tel ég að vera mjög áhugaverðar tölur og það er engin vafi á því að þessar umfjallanir þær skil okkur mjög miklu. Við tókum nokkur dæmi þessar umfjallanir, þær eru mjög fjölbreyttar og við leggjum alltaf áherslu á að þegar við erum að tala við blaðamenn og þegar við erum að tala við Íslandsstofu sem við vinnum mikið af blaðamannaheimsóknum með að fá blaðamenn sem fara út um allt, að fá ekki alltaf bara sama hópinn á sama stað. Þannig að við erum mjög ánægð með þá umfjöllun sem hefur komið, hversu vítt og breitt hún fer svæðið. Leyfi þess að rúlla örstutt. Og það eru auðvitað blaðamannaumfjöllun hjá Superbreak og Foyt í tengslum við það er auðvitað bara rosalega mikil og skilar okkur miklu. Aðeins Arctic Coastway, það er verkefni sem er búið að vinna af miklum krafti ásamt stórum hópi aðila sem eru í stýruhóp og alls konar vinnuhópum. Þetta er grasrótarverkefni sem byrjar hjá nokkrum aðilum í ferðaþjónustu og nokkrum sveitarfélögum sem eru hvert með sína hugmynd að leið sem var síðan ákveðið að setja saman í eina sem var þessi Norðurstrandarleið sem við erum að fara að opna núna 8. júní. Leiðin nær yfir 18 sveitarfélög af 20 á Norðurlandi og 21 þorp
og byrjar eða endar hvorum megin sem við Hvammstanga og við Bakkafjörð og fara þá út frá hringveginum. Þetta verkefni sérfjármagnað með styrkjum og framlögum frá sveitarfélögum og við höfum fengið frábærar viðtökur hjá bæði sóknaráætlunum og uppbyggingarsjóðum bæði Eyþings og SSNV megin. Og síðan núna erum við þá byrjuð að skrá fyrirtæki til samstarfs við Arctic Coastal sem þá að greiða aðildargjald sem á að dekka þá bara markaðssetningu á þeirri leið. Þannig að við höldum þá sérstaklega utan þau fjármál þannig að þetta verkefni svona sérverkefni hjá okkur eins og flugklassinn. En við förum sem sagt betur í það verkefni á eftir. Á árinu þá kláruðum við líka vinnu við DMP áfangastaðaáætlun Norðurlands og vorum fyrsti landshlutinn til þess að skila, langfyrsti reyndar. Skiluðum í júní eins og átti að gera og síðustu skýrslur eru ekki enn komnar inn frá sumum landshlutum og sem ákveðinn galli vegna þess að þetta átti að vera samræmt yfir allt landi hvernig þetta verið unnið. Þarna kemur í rauninni inn bæði stefnan fyrir Norðurland og það koma líka inn forgangsverkefni fyrir Norðurland, forgangsáherslur í verkefnum. Það mikið talað rannsóknir og skort á rannsóknum og skort á fjármagni í ýmsa hluti. Hérna mynd af forgangsverkefnunum 15 sem komu út vegna þess að það var mikil krafa á það að við myndum velja úr verkefni þannig að við getum látið ríkið fá einhverja línu til þess að vinna með. Og við skiptum Norðurlandi í 4 vinnusvæði og hvert svæði þá með sín forgangsverkefni og þið sjáu strax að okkar verkefni snúa að innviða uppbyggingu og samgöngum að stærstum hluta. Og þessi verkefni eiga þá að geta nýst okkur þannig að við getum barist fyrir þeim og vísa í það að þau séu í DMP skýrslunni okkar, þau séu áhersluverkefni ferðaþjónustunnar á Norðurlandi og ættu þess vegna að fá betri framgang heldur en annars. Við fengum síðan fjármagn frá Ferðamálastofu til nokkurra verkefna í framhaldi af DMP áætluninni. Fyrsta verkefni verkefni gönguleiðir á Norðurlandi þar sem við erum að safna saman upplýsingum gönguleiðir sem eru til og búa til samræmdar leið til þess að birta þær gönguleiðir og ástæðan fyrir þessu sú að við erum að fá mikið af fyrirspurnum frá ferðaskrifstofum erlendis sem að vilja fá að vita hvað sé hægt að gera varðandi göngu á Norðurlandi en það enginn einn staður þar sem við getum fundið þetta, heldur þarf að fara að leita í sundlaugum eða upplýsingamiðstöðum eða bensinstöðum að kortum. Þannig að hérna erum við að taka þetta saman og þessu verkefni lýkur í ár, lok þessa árs og þá verður aðgengilegur gagnagrunnur á vef markaðsstofunnar þar sem við getum þá markaðsett Norðurland sem gönguleiðasvæði. Annað verkefni tengt sögutengdri ferðaþjónustu. Þar verið að greina tækifæri í sögutengdri ferðaþjónustu vegna þess að í DMP vinnunni þá kom mikið fram að menn voru að tala söguminjar og söfn að þetta væri lítið sótt og lítið þekkt og ekki vita almennilega hvernig ætti að kynna þetta. Þannig að við fórum á stað í þetta verkefni og erum að gera rannsóknir á því hvers vegna ferðamenn að koma hingað, hvað þeir að gera og ræða við forsvarsmenn safna hvernig við getum markaðsett söfnin okkar og sögutengda ferðaþjónustu betur. Síðan það uppbygging heilsárs ferðaþjónustu. Það að vinna betur með einstökum sveitarfélögum að því að byggja upp heilsárs ferðaþjónustu á svæðunum vegna þess að það eru mörg sveitarfélög sem eru ekki búin að ná því sem þau vilja, sem sagt þeim árangri í ferðaþjónustu að fá til sín ferðamenn að vetri og við getum þá sérsniðið verkefni betur að þeim. Og síðan það síðasta uppbygging ferðamannaleiða. Það annars vegar Norðurstrandarleiðin að vinna það verkefni áfram og hitt verkefni tengist nú Húsavík mjög. Það demantsringurinn að vinna innviðagreiningu, að búa til vörumerki og búa til góða markaðssetningu á demantsringnum. Og þetta vinnum við í samstarfi við Húsavíkurstofu sem á vörumerki Diamond Circle og veitir þá heimild fyrir því að það sé unnið með það og þessi markaðssetning keyrð í gang sem frábært að ná að gera núna þegar vegurinn okkar verður nú loksins opnaður allan hringinn, þannig að við komumst demantsringinn. Síðan það markaðsrannsóknir. Fórum af stað með stærsta rannsóknarverkefni í ferðaþjónustu á Norðurlandi, fengum stuðning frá Eyþingi og SSNV til þess að vinna það verkefni og Björn fer betur yfir það núna eftir hádegi hvað við erum að fara að gera þar. En tilgangur þessa verkefnis einfaldlega það að vita meira hvað við erum að gera og hvert við eigum að sækja og hvernig við eigum að fara að því. Þannig að bæði við hjá markaðsstofunni og þið með ykkar fyrirtæki hafi betri gögn til þess að vinna með. Við erum líka að gera rannsóknir í sögutengdri ferðaþjónustu, þar sem við erum að greina ferðamenn, venjur og viðhorf ferðamanna. Það verið að vinna úr gögn úr fyrri könnunum til þess að
komast að því hvers vegna menn heimsækja Norðurland. Síðan það flugklassinn. Ég fer nú ekki djúpt í hann hér, Hjalti fer betur yfir hann eftir hádegi, hvar við stöndum þar. En á árinu 2018 þá við skiptum starfinu tvennt, það annars vegar markaðssetningin og hins vegar innra-starfið. Og markaðssetningin svona svipuð og markaðssetning sem við erum að gera bara almennt hjá markaðsstofunni, en fókusin annar vegna þess að þar erum við meira að fókusa á seglana beint, frekar en að vera markaðssetja allt og hugsa dreifingu, þá til þess að ná inn flugfélögum þá erum við að keyra á nokkra segla og þið sjáuð merki þessi í myndböndum frá okkur. Við fengum stuðning frá ráðuneyti ferðamála úr flugþjónustusjóði til þess að búa til efni og til þess að sækja sýningar og taka á móti blaðamönnum og til þess að heimsækja flugfélög sem frábært fyrir okkur, þannig að það hefur verið mikil áhersla hjá okkur núna á framleiðslu á efni. Innra starfið snýr að lendingarbúnaði, uppbyggingu á flugvellinum og ýmsu samstarf við stjórnvöld og stofnanir, bara lobbyisminn endalausi til þess að vinna að því að við getum fengið inn beint flug og vinna að því að menn vilji hreinlega fá inn beint flug. Flugfélögin sem að fljúga núna eða ferðaskrifstofarnar eru Superbreak og Foyt sem eru með Foyt með sumaráætlun núna, byrja 27. maí ekki? Rétt hjá mér, 27. maí fyrsta flugi frá Foyt og þeir áætla 16 brottfarir 2019 og gerir ráð fyrir efnahagsáhrif verði 600 milljónir inn á svæðið. Superbreak var með 2100 á farþega 2018 og efnahagsleg áhrif voru 250 milljónir pluss þá 140 milljónir í auka eyðslu, þar að það sem farþegarnir að kaupa bara þeir komnir inn á svæðið fyrir utan það sem búið að bóka fyrirfram. Þannig að það heilmikil tækifæri í þessu. Transavia síðan farið að selja flug beint á vefnum sínum, transavia.com, Akureyri Rotterdam, sem mjög gott skref. Þar getur þú keypt fyrir ca. 45.000 kall flug fram og tilbaka, Rotterdam Akureyri, þannig að endilega hvet ég alla ykkar tengilaði til þess að láta vita af þessu. Framundan síðan bara áframhaldandi vinna með flugfélögum. Hjalti var á Rúts flugráðstefnunni núna í apríl og talaði þar við 18 flugfélög og að vinna úr þeirri vinnu og síðan þetta bara uppbygging innviða. Aðeins bara rétt í lokin efnisútgáfan okkar, eru bækurnar okkar, gaman að taka þær saman. Það eru 10 ár núna frá því að þær voru gefnar út fyrst og eins og ég sagði áðan þá ætlum við að breyta stíl á þeim. En þar höfum við reynt að breyta forsíðunni á hverju ári þannig að við séum að sýna mismunandi svæði og mismunandi ímyndi af Norðurlandi og í ár verður þetta mynd úr Kálfshamarsvík sem tengist á Arctic Coastway og bendum svolítið á þá leið í bókinni. Og síðan erum við með ímyndabæklingin okkar sem við hvetjum ykkur líka til þess að taka með ykkur á sýningar og nýta að þetta allt saman inn á vefnum okkar. Við fórum líka í nýja framleiðslu í ár. Við gerðum jóladagatal, byggum til lítil vídeó þar sem við töldum niður alla daga fram að jólum og ég hugsa að við notum þetta aftur í ár og hvetjum ykkur líka til þess að nýta þetta. Þá rauninni bara nýr áfangastaður á hverjum degi sem við erum að birta á samfélagsmiðlum og þarna líka bara til rosalega gott efni sem hægt að nýta miklu meira heldur en gert í dag meðal allra fyrirtækja. Rögnvaldur hann tengir ykkur við allt svona efni ef þið viljið nýta ykkur það. Síðan bara rétt í lokin hvar getur við fylgst með og þá við sendum út fréttaskot svona cirka 6 vikna fresti og erum þá að taka upp vídeo þar sem við erum að segja stuttlega frá hvað við erum að gera hverju sinni. Við sendum líka út fréttapósta, við gerum stöðuskýrslur ákveðin verkefni eins og Arctic Coastway og flugklassan og sendum það út reglulega. Við erum með markastofuna á Facebook og North Iceland líka, þannig að endilega lækið okkur allstaðar og verið duglega að lesa póstana frá okkur. Síðan kannski bara síðasta frá mér núna, það uppskeruhátíðin 17. október 2019. Við erum alltaf með hana núna 3.–5. dag í október til þess að menn getur bara tekið daginn frá og ekki bóka sér ferð til Tenerife á þessum degi, heldur komið okkur. Við erum búin að fara hringinn með uppskeruhátíðirnar, við erum búin að loka hringnum, þannig við erum að breyta þess til núna. Við erum með stór svæði undir í hvers skipti og við ætlum aðeins að minnka það núna, þannig að nú ætlum við að taka
hálfan Eyjafjörð vestari. Við ætlum að fara Hörgársveit, Hjalteyri, Hauganes, Árskógssand og Hrísey í ár og eigum þá eftir rauninni Dalvík, Ólafsfjörður og Siglufjörður einhvern tímann til góða. Og þannig við byrjum svona aðeins á nýju flakki og hvet ykkur til að taka daginn frá. Síðan bara allra síðasta frá mér mynd af þessu frábæra starfsfólki markaðsstofunnar sem vinnur öll þessi verkefni. Við erum orðin 7 núna sem draumastaðan í rauninni. Þá erum við loksins orðin nógu mörg til þess að geta gert eitthvað að viti. Því að það er ekki bara 1 eða 2 á hlaupum. Og þetta starfsfólk sem frábært og alltaf boðið og búið að hlaupa og alltaf á fullu að finna nýjar hugmyndir til þess að vinna að verkefnum, til þess að koma Norðurlandi lengra. Þannig að ég hvet ykkur til þess að vera í góðu sambandi við okkur og hrósaði mig hvert skipti sem þið hittuð líka. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Arnheiði fyrir. Heyrist ekki sæmilega hérna, þó maður sem hefði upp í sér. Þá orðið laust. Ég ætla að biðja ykkur að sýna framkvæmdastjórnarins tillitssemi samt að spyrja ekki alveg allt á milli himins og jarðar, en þið með örugglega spyrja allt flug nema þeirra eigið, ef ég skildi hana rétt. Þannig að hún gjarnan að þið spyrja út í beinaflugi og svo þetta hvað annað. En orðið laust. Annarkvort væntanlega með stutt innskot eða spurningar. Jósvel, viltu fá? Minnst á Asíu. Já, það bara góð spurning. Stjórnin hefur aðeins rætt Asíu. Við höfum ekki farið inn á Asíumarkað ennþá. Við höfum rætt aðeins í Íslandsstofu og það alveg ljóst í tölum sem fjall fyrir vel eftir hádegi að það mikill vöxtur frá Asíumarkaði og Kínamarkaði hjá okkur. Ástæðan fyrir við höfum ekki enn farið inn á Asíumarkaði einfaldlega svo að við eigum ekkert efni tilbúið, þannig að þó við förum inn á sýningu þá eigum við ekki bæklinga eða neitt annað fyrir þennan markað. Og í rauninni okkur vantar svolítið bara umræðina frá ykkur. Þetta markað sem að menn vilja fara inn á, það mjög skiptar skoðanir á því. Ekki bara hérna á Norðurlandi heldur allstaðar sko. Suðurlandi hefur kannski fyrst verið með þær skoðanir þar sem að annars hefur að vilja menn fara inn á Asíumarkað og hins vegar bara alls ekki. Þannig að þetta eitthvað sem bara góð umræða sem að ég vildi gjarnan heyra bara meira af eitthvað finnst það. Það verða tölur og eftir sem að tökum saman. Og mín skoðun kannski svo að til þess að fara inn á Asíumarkað þá þurftum við fyrst að fara svona í pröfuferð til þess að bara kynna okkur markaði. Bara velja á hvaða land við ætlum að sækja, því við förum ekki tökum bara Asíu, bara velja eitthvað land til þess að búa til efni fyrir og í rauninni fara ekki að stað nema fyrir 3-5 ár til þess að ná einhverjum árangur. En það þannig í sýningum Íslandsstofu að það miklu fleiri í rauninni núna sem skrá sig á sýningar á Asíumarkaði heldur en til dæmis Hollandsmarkaði. Sem í rauninni skrítið vegna þess að Hollandsmarkaðurinn frábær ferðamaður sem að við þurfum að ná. Takk fyrir. Kannski byrja að standa alltaf upp á sig. Fyrir við erum að taka upp fundinn. Já, valdið var hérna frá Norðursvöldum. Bara þakka fyrir mjög góða kynningar hjá formanni og framkvæmdastjórum og mjög vel til fundi að finnst okkur að koma með fundin hingað og eins að tengja þessa ráðstefnu þá sem eftir hádegi við aðalfundir. Þetta akkurat í samræmi það sem við ræddum á síðasta fundi. Og við svo sem getum ekki kvartað núna úrskingar, við vorum með aðalfundir hjá SAF núna daginn og svo kemur þessi núna, þannig að við erum sjálfsögðu ánægð með þetta. Og svo líka bara ánægilegt að sjá og heyra af starfinu í markaðsstofunni, hvað orðið öflugt og fjölþætt. En sko, mér langar kannski aðeins að spyrja með Dettifossveginn. Nú stefnir allt í að hann verði sem sagt opnaður, tengingin opnist í svona september, október, heyrist mér á vegagerðinni. Stendur til að hálfu markaðsstofun að svona verða með einhvern viðburð í tengslu við það. Við ræddum þetta aðeins við hluta af stjórn húsaleigustofundaginn, þar var maður að demantsfingin og það stendur kannski til að markaðsstofan sem slík
ákveðið hvernig sá viðburður ætti að vera, heldur sagði ég að ég væri meira en til í það að við tækjum fullan þátt í svoleiðis viðburði. Ég held að það séu heimamenn sem eiga kannski að leiða það hvernig þeir vilja fagna, en það er full ástæða til að fagna og við munum gera það er ekki spurning. Þetta er risastórt tilefni til að fagna sem við erum búin að bíða eftir í, myndi segja, 20 ára. Það maður að vera með svona græðu. Já, hættu bara hér og tala við það. Já, ég heiti Valgerður Lómatjörn. Ég er að velta fyrir mér úr ræðu formanns þessi mikli tvíverknaður sem hann var að tala um og ég er svolítið forvitin að vita hvort það er hægt að fara svona frekar út í það með tillit til þess að það væri gaman eða væri þá hægt að gera eitthvað í því. Þetta væri ekki svo mikið tvíverknaður í sambandi við upplýsingagjöf og svo framleiðis. En svo er það annað í sambandi við beinaflugið til Akureyrar. Er það þá almennt þannig að það sé sko búið að selja alveg gistingu og allt svoleiðis áður en að fólki kemur? Það er ekki lausa trafík í því. Ég bara spyr, er það þannig? Takk. Já, ég byrja kannski bara beinafluginu, það er svona fljótt svara. Það er í rauninni mismunandi. Superbreak er með pakkaferði þar sem þeir eru búin að semja við örfá hótel alla gistingu frá sínum viðskiptavinum. Þannig að þar er búið að selja allt fyrir fram. Voiti með allt annað form á þessu þar sem að þeir eru líka með pakkaferðir en þeir eru með self-drive. Þannig að þeir eru búin að semja við stóran hóp af gistiaðilum og afþreyingaraðilum en eru síðan líka með sölu á sætum. Þannig að núna getur í rauninni hver sem er keypt frá Hollandi til Akureyrar. Það er ekki búið að bóka eða selja það neitt fyrir. Þannig að það er í rauninni miklu meiri tækifæri gegnum Voit heldur en Superbreak fyrir alla. Og ég segi stundum að Voit fyllir svolítið inn í götun sem að Superbreak skildi eftir af því þeir eru bara að velja sér svona hótelgistingu og rútuferði þess að með allan hópinn á einum stað. Varðandi ræðu formanns, þú verður bara að veifa mér og koma eitthvað inn í það. Við erum búin að tala í rauninni svona tvíverknað í mörg ár og það er verið að gera breytingar á okkar svæði og í rauninni á landinu öllu. Það sem við gert í markaðstofum Landsvirkjunar er að vinna mjög þétt saman þannig við séum allavega skilvirk. Við höfum verið að gera kröfu á að sé gerðar breytingar á stjórnkerfi ferðaþjónustunnar, sem sagt Íslandsstofu, Ferðamálastofu, Stjórnstöð ferðamála, Skrifstofu ferðamála inn í ráðuneytinu, Nýsköpunarmiðstöð sem kemur inn í það, háskólana, það er endalaust hægt að telja til. Og það hafa verið unnar allavega 2 skýrslur með tillögum að breytingum en þær breytingar hafa ekki verið gerðar. Það er hins vegar verið að skoða málið enn á ný núna þessar breytingar. Varðandi kerfið í heild sinni þá er verið að skoða núna að búa til áfangastaðastofur fyrir landshlutanna sem að myndi þá taka sér víðara hlutverk heldur markaðsstofunum með í dag. Meðan að við erum í rauninni með fókus á markaðssetningu og síðan innviða þróun að þá verður áfangastaðastofunar eins og stjórnvöld sjá fyrir sér líkari atvinnuþróunarfélögum, símenntunarmiðstöðvum og markaðsstofum í einu batteríi og svo umræða á sér stað núna inni meðal sveitarfélagana hvernig menn vilja sjá þetta fyrir sér. Við erum búin að horfa á þetta form núna hjá markaðsstofunni í 2 ár og vera svona að reyna að skilgreina hvar við stöndum og sjáum kannski helst fyrir okkur að markaðsstofan myndi bæta við sér sviði rannsókna og sviði þá meiri ráðgjafar, sem sagt ef það er farið út í að stofna þessar áfangastaðastofur og þá yrðum við, og þá er ég bara að segja okkar draumsýn, þetta er ekki eitthvað sem sveitarfélögin eru búin að taka afstöðu til, þá yrðum við með samninga við SSNF og Eyþing, samband sveitarfélagana, samninga að sinna rannsóknir í ferðaþjónustu og samninga að sinna bara ráðgjöf til aðeila sem koma inn til þessari sambandi sveitarfélaga eða atvinnuþróunarfélagana og vilja fá ráðgjöf í ferðaþjónustu að þeir séu þá ferðir yfir til okkar. Þannig kannski sjáum við þessa stóru mynd og síðan eru þetta breytingar bara á Eyþingssvæðinu þar sem það stendur fyrir dyrum sameining Eyþings og atvinnuþróunarfélagana tveggja, Þingeyinga og Eyfirðinga. En það sem kannski flækir alla myndin okkar er að markaðsstofan er á 2 svæðum landshluta samkvæma með SSNF og Eyþing. Þannig að þegar kemur að umræðum áfangastaðastofur þá er mjög auðvelt fyrir aðila, ríkisvaldið, sveitarfélög að segja heyrðu, við skulum bara stofna áfangastaðastofur í landshlutasamtökunum og bara sleppa markaðsstofunni, loka henni eða klippa henni í tvennt.
og búa til markaðsstofu Norðurlands eystra og Norðurlands vestra. Það eitthvað sem ég myndi ekki vilja sjá vegna þess að þá erum við að tapa alveg gríðarlegri fjárfestingu í markaðssetningu til margra ára. Þetta eiginlega bara efnið í heilan fund. Það þetta. En staðan í rauninni bara viðkvæm núna, hvernig þróunin verður á markaðsstofunni. Ég held að menn þurfa að fylgjast með og svona hafa skoðun á því hvernig við viljum sjá þetta þróast inn á okkar svæði. Orðalaust áfram. Já, halló. Já, góða félagar. Ég langar til að segja hérna nokkur orð. Já, Jóhannes Geir hér frá Lambi Nöngulstöðum. Ég þakka fyrir góðan fund og gott starf hjá bæði stjórn og framkvæmdastjórn, og starfsmönnum. Ég held að markaðsstofan sé að vinna mjög gott starf og það sem við þurfum að gera kannski akkurat það sem verður að gera núna, það sé að kortleggja bæði þörfina sem að ferðafólksins og líka hvað við erum með í höndunum. En síðan kannski vantar það við finnum svo að fara út og ná í fólkið sem við viljum fá. Og það kannski þar sem að mér finnst að potturinn sé brotinn hjá okkur. Og ég hef sagt þetta áður fyrir fundum. Markaðsstofan ekki söluaðili. Það engin öflugur söluaðili og með fullur virðingu fyrir Sagatravel og öllum öðrum sem eru að vinna. Það eru allt saman mínir fyrirtæki. Það engin öflugur söluaðili sem vinnur fyrir okkur hér á Norðurlandi. Þeir eru allir staðsettir í Reykjavík og þeir fylgja meira og minna trendinu, það sé einn völlur, einn flugvöllur og það alveg ein leið. Við þekkjum það bara öll sem í þessu að stóru hringferðirnar, þær eru mikið til að hverfa. Það að koma í staðinn hraðhringferðir sem að stóru ferðskrifstofurnar á höfuðborgarsvæðinu reka og eru ekkert voðalega skemmtileg dæmi allt saman sem það Þannig að það vantar virkilega og þetta snýr kannski ekki að markaðsstofunni, þar höfum við bæði herfóringjan og fótgönguliðana til staðar og geta unnið sitt starf, en það vantar algjörlega öflugan aðila. Nú, ég ætla ekki heldur að líka brýna menn á varðandi beinaflugið. Það bara við verðum að ná betri samgöngum inn hérna og svo annað í því, við höfum engar almennar landsamgöngur á höfuðborgarsvæðinu til okkar. Það kannski spurning, hvað menn að vinna í því? Þetta eru þá þvælast að strætó Akranes og uppsveita höfuðborgarsvæðisins ef að benda á eitthvað slíkt á milli landshluta. Og aðeins kannski líka með sem sagt með beinaflugið. Maður þarf stundum að sjá hlutina einhvers staðar annar staðar og öðruvísi til að átta sig á hvar við stöndum. Það var einhverju hérna mig segja þetta. Ég var í Króatíu síðastlið sumar og maður alltaf þegar maður þvælist þá skoðar maður það sem maður að brasa við. Og þetta land sem helmingar á Íslandi, reyndar 4 milljónir íbúa, taka á móti 17 milljónir ferðamanna. Mikið af því kemur með ferjumiðabílum en þeir hafa 5 alþjóðlega flugvelli til að taka við ferðafólkinu inn til sín. Og ég flög Split og sýndist að það væri völlur sem að væri kannski á stærð við í umfangi eins og Akureyrarvöllur ef að yrði byggt við það sem hafa hug á að gera núna og þeir tóku þær í gegn 2 milljónir manns á ári. Það var reyndar algjört kaos en það aftur annað mál. Þannig að ég vil brýna mig á þessu og síðan þetta með þess að bara kortleggjum hver eru við, hverjir eru þarfir ferðamanna sem við viljum fá og búum okkur svo til alvöru markaðsapparat. Var ekki beina spurning? Jú, það var reyndar einu. Það var ein bein. Það var Landsamgöngur frá Reykjavík? Já, það var landsamgöngur, alveg. Hvað við verðum að gera í því? Já, ég gleym alltaf það er nefnilega lýsir hérna, skjávarpinn lýsir augun á mér, sko, það færi hérna alltaf. Þannig að ég sé ykkur ekki, sko. Landsamgöngunar milli Akureyrar og Reykjavíkur eða Keflavíkur og Norðurlands eftir hvernig við svona lítum á það
Við erum í rauninni ekki að gera mikið í því núna, bara ekki neitt. Strætókerfið er á vegum Landsréttarsamtaka sveitarfélaganna sem er í mikilli baráttu við að halda því kerfi gangandi. Við höfum átt í viðræðum við stóru rútufyrirtækin að vera með beinar rútuferðir milli Keflavíkur og Akureyrar með viðkomu á öllum þéttbýlisstöðum á leiðinni. Og menn gerði tilraun, hún var svona hálfgerð tilraun, hún var ekki nægilega vel kynnt og náði aldrei árangri. Núna sé ég engan möguleika einhvern veginn til þess að laga þetta. Bara verð ég að viðurkenna. Allar góðar hugmyndir vel þegnar. Þannig að ég veit að við fáum ekki rútufyrirtækin í þetta og sveitarfélögin eru að berjast í sínum strætósamgöngum sem eru meira hugsaðar fyrir íbúa. Þetta er stórkostlegt vandamál hjá okkur að hafa ekki þessar samgöngur í lagi. Það er eins og að vera að ræða núna almenni samgöngur í heild sinni og þá innanlandsflugið og tengiflugið í því samhengi og hvert menn eiga að setja peningana og ef það er verið að setja milljarð í til dæmis strætósamgöngur, af hverju menn velji ekki annað hvort flugið eða strætó og setja peningana í það. Ég hef ekki skoðun á því ennþá hvernig það er, en þetta er bara hluti af því samgöngukerfi sem við þurfum að laga og er meingallað eins og það er í dag. Þeir sem vilja nýta svona síðasta tækifærið í þessum lið? Má ég spyrja aftur? Já. Ef það er tími. Það er í sambandi við Arctic Coast Way sem er að fara í gang og þú sagðir að svo getur fyrirtæki fara að koma inn í þetta núna, sko. Já. Ég veit ekki alveg hvað skilyrði er til þess að geta verið með, þarf maður að sjá til sjávar til dæmis eða maður vera aðeins meira í landinu. Getur aðeins sagt okkur meira frá Arctic Coast Way? Já, ég skal aðeins fara í það og svo förum við vel í það líka eftir hádegi. En sem sagt, já, það er í rauninni þú þarft að sjá til sjávar. Það er að segja að þú þarft að sveitarfélögin 18 sem eru með, þau eru tengt sjónum, hin 2 eru það ekki og þar eru þau tekin út fyrir strax. Við erum síðan með þessa landlínu, veginn sjálfan, sem að þú þarft að vera annarkot sjávarmegin eða innan við 3 kilometra, minnir mig að það hafi verið, frá þeim vegi til þess að geta verið aðildarfyrirtæki. Þú ert að vera með tengingu við sjóinn og vera það með einhverja þjónustu sem að tengist strandmenningunni samkvæmt því sem að við erum búin að skilgreina að falli þarna undir. Og það eru inn á heimasíðun okkar, þá er alveg greinargerð skilyrðin sem þið getið farið yfir og síðan erum við núna, það sem við erum bara búin að gera er að senda út það plagg þannig að menn sjáu það og menn geta skráð sig en síðan fara í gang þá núna vantarlega í haust vinnusmiðjur með fyrirtæki til þess að þróa sína þjónustu betur inn í Arctic Coast Way koncepti og þá fáum við vonandi nýsköpunarmiðstöð með það inn í það með okkur og þá eru fyrirtæki annarkvort Arctic Coast Way fyrirtæki eða þá þau geta verið svona svokallað hetju upplifun eða stærri og meiri upplifun og eru þá að skuldbinda sig í meira markastarf. Þannig að þetta er svolítið, það þarf heilan fund aðeins í að fara yfir þetta. Við förum betur yfir þetta eftir hátíð og síðan munum við vinna miklu meira með fyrirtækjunum beint núna frá haustinu. Þar sem að á síðasta ári erum við meira búin að vera að þróa bara konseptið, svolítið, gera öll vinnuskjölin tilbúin. Og þau eru öll í þýðingu, þannig að við getum gefið það út núna og þið séð allt það á heimasíðunni okkar. Og það síðasta fyrirspurning. Já, hæ, Daniel frá Gentle Giants. Ég ætlaði bara að rósa ykkur, glæsilegt að fá fundinn á Húsavík og flott kynning og allt saman. En sérstaklega langaði mig líka bara að rósa upplýsingaflæði. Mér finnst það mjög virkilega flott fréttaskott, myndbönd sem koma og gott að fá svona input frá ykkur svo tenging við fyrirtækin til að fá bara hvað er í gangi og svona. Þannig að vel gert allt saman. Takk kærlega fyrir það, gott að heyra. Það er ekki gott að enda á þessu og þakka allir fyrir og barnið.